Jæja, ég komin aftur, afsakið þetta hlé. Það var einhver tæknilegir örðuleikar hérna. Það var hljóðmynd, ég vona að þetta sé allt komið núna, allir heyri í manni og sjáu myndina. Þannig að ég höldum bara áfram. Staðan 26-10 fyrir Haukana og það 48 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Haukarnir búin að spila virkilega vel, búin að halda Þórsum í 10 stigum og það Óli Ragnar sem á línunni og sem setur í 11 stig á Þórsurum. Seinna skottið fyrir ofaninn líka 12 stig, 26-12 og það búin að vera ýmsar skiptingar í Haukunum, búin að nýta bekkinn vel og hérna kemur Arnór Bjarki Ívarsson inn á fyrir Emil Barja sem búin að spila mjög vel í þessu leik. Þannig að það ljóst að Haukarnir eru mjög öflugir í byrjun vetrar og ekki síst með tilkomu Kára og nýs Kana. Breki með góða hreyfingu sendir út, Hjálmar einn fyrir utan tekur skottið, Geigar með 3 stiga en Brekinn að frákastinu og fær villudæmda á hann Davíð. Það innkast 30 sekúndur eftir af leiklutanum. Breki fær hann niður á blokkinni, keyrir upp á körfu með hreyfingu og stutt skotið, vantaði smá kraft í það í lokin. Ára síðasta sóknin sennilega í þessum leikluta. Óli Ragnar setur upp, lætur tíman líða, fær hindrun, setur hann upp, Geigar skotið og þar með líkur fyrsta leikluta sem staðið 26-12 fyrir Hauka og má segja bara yfirburða leikluti hjá Haukum á móti Þórsurum og Þórsurum þurfa að gera eitthvað eða þeir ætla ekki hreinlega bara að verða tapa þessu leik strax í fyrri hálfleik. Þetta hefur verið svona okkar leikur og hérna Ásaldafinn, þú ert mættur. Ég er mættur, ég á myndavélinni því miður, vantar menn í jobbið. Finnum einhvern í það. Finnum einhvern í hálfleik til að taka við á myndavélinni. En já, Haukarnir eru að spila mjög vel og byrjuðu að hitta vel. Svona, það mikilvægt þegar eins og núna vantar útlendingin hjá Þór að hérna, byrja vel, láta það finna fyrir sér strax í byrjun. Ekki gefa þeim reitt séns og það hefur sýnst með takast nokkuð vel hjá þeim. 26-12 ansi góð staða. Já, mér sýnist það að þeir sakna útlendingisins mjög mikið allavega í fyrsta leikluta. En hann nú bara situr á bekknum. Kannski búinn að sýna mynda á hann? Nei, ég er ekki búinn að sýna hann þá. Ég held að það var í Riksoga hann sem var á öklanum á honum. En þetta nú greinilega eitthvað rafstuðtæki til þess að greinilega minnka pólkur. Ertu með fréttir af honum, hvað gerist það? Já, ég hafði stutt samband við Einar þjálfara fyrir leikinn. Já. Og hann hefði bara mist í sig og hérna þeir búast við honum góðum í næsta leik. Já. Þetta alltaf áfall þegar útlíkur meiðist og kannski aðeins oft meira þegar þeir meiðast heldur en einhver annar leikmaður. Já, þetta svona sálrænt fyrir hópinn. Nákvæmlega getur verið sálrænt og ef menn að reiða sig mikið á hann þá þetta skiptir það miklu máli. En já, ég hvet þá aftur í bili, ég kem aftur í næsta tíma. Þú kemur aftur í hérna þriðja leikluta. Smá félagskap þegar að já, þakka fyrir þetta, Davíð. Það nú hérna alltaf betra að hafa ykkur að spjalla við. Eitthvað svona sérfræðingi svo þig. Segið það með þér. Þessi betri. Annar leikluti farin af stað. Hilmar Smári inn á vellinum. Hjálmar reynir að brjóta sig gegn, missi boltan út af, Þórsar að fá boltan. Haukarnir að spila góða vörn á móti Þórsurum. Þeir að slæma þeim í mjög erfitt skot. Breki nær að
Breki með variskot en er óöppinn, lendir einhvern veginn út af með boltan í höndunum. Þannig að Þórsar eiga ennþá boltan, ennþá sókn hjá þeim. Þeir halda áfram. Engast á endalínu. Sendir hann út, skot út á kanti, það er Geigar. Kári með frákastið. Tekur boltan upp. Ákveðinn Kári með frákastið. Stillir upp, sendir þetta á vænginn á Arnór. Sendir hann, þetta var nú reyndar Hilmar Smári sem brýst inn og sendir hann á Arnar Bjarka og hann Geigar og þryggjast eða skoti fyrir utan. Þórsar hann á boltanum. Geysast fram. Davíð. Skemmtilega hreyfingu. En Geigar skotið. En það er hann Þorsteinn Már sem nær frákastinu, setur hann laglega ofan í og minnkar muninn í 8 stig, 26-14. Hilmar Smári með erfitt sniðskot sem klikkar. Þórsar með boltan. Þorsteinn Már fær villutend á Arnar Bjarka og hann er að fara á línuna. Það vantar aðeins meira í stöðuleika núna í leik Haukana. Þórsar eru líka að mæta ákveðin til leiks. Enda urðir að gera það. Þeir ætla ekki að missa lestinni í þessum leik. Stigahæstur Haukamanna er Paul Jones með 9 stig, Emil Barri með 8, Haukur Óskars með 7. Hjá Þórsurum er það Halldór Garðar með 4 stig, Sýnisberg. Emil með 3, Þorsteinn Már með 2, Ólafur Helgi með 3. Þetta dreifist hansi mikið hjá þeim, en hann hitti úr öðru vítaskotinu og staðan þá 26-15. Kári með 3 stiga, setur hann ofan í. Og sjálfsögðu var þetta 12 stiga munurinn, ekki 8 stiga á hann, og nú er þetta komin upp í 14 stiga mun, 29-15. Haukar halda áfram að hitta ágætlega fyrir utan. Emil Karel með góðan snúning. Snýri hann að Hjálmar af sér. Keyrir upp að körfu og fær dæmda villi og Hjálmar og hann er að fara að lína. Emil. 2 stig. Getur minnkað muninn hér 12 stig. Fyrra fyrir ofan í. Setna Geigar, Breki með sterkt frákast. Sendir á Arnar Bjarka, hann keyrir upp hraðan. Hilmar Smári með skot. Geigar, Hjálmar með frákastið. Sóknin er ennþá hjá Haukunum. Sendir á Kára. Kári er blokkaður. Þorsteinn Már ver skotið þarna hjá honum laglega. Og þeir eru áfram í sókn. Óli Ragnar með boltan. Gefur á Þorsteinn Már. Hann keyrir á Arnar Bjarka. Hæðamunur þar. Setur hann laglega ofan í. Minkamuninn hér í 11 stig, 29-18. Þeir eru að koma eitthvað aðeins tilbaka. Kári keyrir upp að körfu. En Óli Ragnar og seinn og fær í milluna. Innkast. Arnar Bjarki gefur inn á blokkina á Brekka. Hann keyrir upp að körfu. Fær ekkert. Og Þórsar hann á frákastinu. Emil Karel setur hann laglega ofan í frá endalínu. En Ívar finnst að ungu strákarnir hafa fengið nóg að spila og Paul Jones og Finnur eru á leiðinni inn. Mjög ungt lið sem er að spila núna fyrir Haukana. Breki Kári fær hann aftur fyrir utan. Með 3 stiga. Geigar og Davíð frákastinu. Þórsar með boltan.
Góð vörn hjá Breka, það er alveg að stoppa Halldór Garðar. Halldór Garðar fara hann aftur, setur tryggistigaskot. En Geigar. Og síðan er dæmt Hilmar Smári með frákastið og það er dæmt villa á Adam Eið. Hilmar Smári fer út af, Arnar Bjarki fer út af og Breki Gylfason fer út af. Hérna kemur Emil Haukur, Finnur og Paul Jones og Hjálmar fer út af líka, þannig að þetta er fjórföld skipting. Eini sem eftir inn á er Kári og Þórsara skipta líka. Það er Adam Eiður og Þórsar Már sem að koma út af. En leikurinn heldur áfram. Haukur með boltan, sendur á Paul Jones. Keyrir upp á körfu. Setur hann á Finn dræfarinn. Inn í teig. Fær 2 í sig, sendur hann aftur á Paul sem að setur hann langlega ofan í og fær villaauki. Þannig að það er vítaskott. Staðan er 31-20. Setur vítaskotið ofan í 32-20, munurinn 12 stig og haldur sér svipaði munur, 12 stiga munur. Mest allan leikinn. Góð sending frá Davíð, hann setur hann sem á Ólaf Helgason, leggur hann laglega ofan í yfir Paul Jones. Paul Jones við boltan, sendur á Haug. Haug sendur yfir á Finn, Emil fær hann á vægnum. Þriggjastigaskot að Geigar. Þórsara með frákastið. Geir sér til sókn. Halldór Garðar með boltan. Sendur út á Davíð, Davíð með þriggjastigaskot. Klikkar og Finnur með frákastið, sendur á Kára. Kári fer alla leið, sækir villuna og er að fara línuna. Kári hittir úr þrjávítinu, 33-22, 11 stegmunur og setja fyrir honum líka. 34-22, 5 mínútur og 11 sekundur eftir af öðrum leikluta og það er skipting. Kári fyrir út af og Kristján Leifur Sverrisson kemur inn á. Forsaröndin í sókn. Reyna alltaf að geta til að minnka munin. Emil Karel með þriggjastigaskot sem Geigar og Finnur með frákastinu, Grimmur þarna, tekur boltan af Snorra. Emil, Paul Jones með boltan. Það er hindrun frá Kristjáni, gerir upp kantinn með stuttskot og Ólafur Helgi með frákastinu, tekur boltan upp, sendur á Halldór Garðar. Sem hann keyrir upp að körfu, leggur hann ofan í og þetta endur vill á Haug. Þetta var auðvelt að gera þetta, ekki góð vörn á Haugunum. Þannig að hann fær vítaskot að auki. Sem hann setur í. Þá er staðan 34-23. Fyrir Hauka. Finnum með setna sendingu á Kristján sem mistur nút af staðinni 34-25 að sjálfsögðu. Og 9 stiga munur, 4 mínútur eftir. Þórsar með boltan, langur þristur sem Geigar. Finnum með frákast, sendur á Emil. Finnur með auðvelda körfu þarna. Nýttir sér hæðamörinn.
lagði hann skemmtilega ofan í. Munurinn komin upp í 11 stig, 36-25. Auðvitað Karavaði Þórsturum. Snorri leggur hann á auðvitað ofan í. Paul Jones 1 fyrir utan með skot, 3 stiga skot og það er ofan í 39-27, munurinn aftur komin upp í 12 stig. Það eru 3 mínútur eftir að leiklutanum og Halldór Garðar sækir þarna villu á Finn, gerir þetta vel og dómararnir geta ekki neitt annað heldur en dæmt villu, þannig að hann er að fara leiðin á vítalínuna. Getum einhver munur í 10 stig. Þórsararnir hafa vaknað aðeins hérna eftir slakan fyrir fyrsta leikluta og eru svo sem ennþá alveg bullandinn í leiknum að sjálfsögðu, ekki nema 11 stig núna og væntanlega 10 stig eftir þetta við diskutér. Nei, hann geigar, munur ennþá 11 stig og Emil tekur frákastið. Paul Jones biður hann, fær hann út á kanti. Hann þarf að dræfa. Góð vörn á hann, en Haukur missir auðvelt sniðskot. Átti frábært köttin í teig, var galopinn en klikkar á leiðinu og meðan að fá hinum meginn, það var Magnús Breki sem setur 3 stiga körfu ofan í og minnka munn hér í 8 stig, 39-31. Þetta er fljótt að gerast ef einbeitingin er ekki í lagi. Þá er munurinn fljótur að hverfa. Þetta er sterkt lið Hauka sem er inn á vellinu núna. Emil sendir hann út á Kristján og Kristján með 3 stiga skot og það er ofan. Góður skot með Kristján. Má ekki skilja með þetta utan og munurinn þá aftur konum í 11 stig. Þórsarar í sókn. En slæm sending og Finnur kemst fyrir. Nær boltanum. Hauka er konum í sókn. Haukur. Það er hindur frá Finn. Finnur farin úti. Aftur og Hauk með frábær spil hjá Finn og Hauk. Give and go. Og það er dæmt óíþróttamannsleg villa á leikmann Þórs. Það er Karvakov, vítaskot og boltinn að auki. Sá nú ekki alveg hvað gerðist þarna. En sýnist að það hafi verið treyjutók. Leið og Haukur fer upp í leiðuppið. En Haukur geigar á vítaskotinu. Þannig að munurinn er núna 44-31. 13 stiga munur. Og Haukarnir með innkast. Og fá aðra sókn. 1:50 eftir að öðru hluta fram að hálfleik. Kristján. Pick and roll hjá Kristján og Emil. Kristján er galopinn. 1 undir körfunni sem leggur hann í munurinn komin upp í 15 stig, 46-31. Hérna gerist eitthvað sem er, já, það er spurning. Það er dæmd villa á Þórsara, en á meðan Finnur er að grípa boltan og er að reyna að taka frákastið, þá slæmir hann olbón framan í leikmann Þórsara, hann Halldór Garðar síns mér. En það er dæmd villa á Halldór Garðar og Haukarnir fá boltan. En hann dæmir óíþróttamannslega villu á Finn. Haukarnir fá 2 skot
og Þórsararnir fá síðan 2 skot og boltan aftur. Finnur á línunni. Gegar úr fyrra. Skrítin sena, en svona þetta. Seinna skotið ofan í 47-31 áfyrir við hinum megin. Þar sem Þórsarar eiga 2 vítaskot. Halldór, Garðar. Fyrra skotið ofan í 47-32, 15 stig. Seinna Geigar og hann stéttist út og Breki skipti við hann Finn sem komið 2 villur. Annars engin villuvandræði. Haukur komið 3 og Benjamin komið 3 hjá Þór. Sjáum hvað þetta gerist hérna hjá Þórsarum, hvort þeir vakninga við þessa villu. Þetta var nú algjört óvilja verk. Skoti Geigar, Kári með frákastið. Kári tekur boltanum upp, sendir á Kristján sem keyrir upp að körfu og fer upp. Geigar og Emil með frákast og leggur hann ofan í. 49-32. Það virðist allt leika í höndunum og haugunum hér. Fellur að þeim megin einhvern veginn í sókninni. Þórsarar með boltan. Anton Garðar fær boltan fyrir utan. Fær hindrun, keyrir upp að körfu. Sendir hann út. Kári nær að komast fyrir sendinguna. En bolti fer út af, þannig að Þórsarar eiga ennþá yngast en aðeins 3 sekúndur eftir á skotklukku. 38 sekúndur eftir að leiklutanum. Og það er leikhlé. Þórsarar taka leikhlé. Og þá var hann Davíð sestur þetta hjá mér. Hvað finnst þér það? Herðu það, sem við vorum að segja áðan, það leikur einhvern veginn allt í höndurum og haugunum, það fellur svolítið mikið með þeim. Fráköst og fleira. Samt einhvern veginn. Þetta er eitthvað leikur. Það kom þarna tími hjá haugunum þar sem að vörnin var náttúrulega alveg hryllileg. Og Þórsararnir héldu þessu í hérna 10 stigunum svona og yfir. Já. Þannig að þeir hafa aðeins svona skert á varnarleitum núna síðustu 2 mínúturnar og náðu þessum 17 stiga fórustu sem eru með núna, sem er bara óskup þægileg fórusta. Það er mjög þægileg fórusta. Fara með 17 stigin í leikli. Það spurning hvað Þórsararnir gera núna á þessum 3 sekúndum. Einar teiknir upp eitthvað gott kerfi núna. Já. Sjá hvað verður úr því. En Haukarnir líta vel út, það er ekki spurning. Við erum búin að vera að spila mjög vel sóknarlega. Konur er náttúrulega með 50 stig og það náttúrulega finnst á hérna Þórsliðina að þeir eru mun svona lágvaxnari heldur en Haukarnir oft á tíðum. Já, þeir eru að nýta sér hæðina vel hjá Finn og Bregga og Kristjáni líka. Og ég heldur haldi bara áfram að gera það. Já. Það er ekki spurning. Það er náttúrulega stórkostlegur munur fyrir Haukana þegar Emil byrja svona á því að skora 7-8 stig í röð og opna leikinn fyrir okkur. Já. Og hjálpa að verða þannig Haukanum. Fínasta vörn. Ég fer aftur. Og verður aftur á villina. Þórsarar Geig á leiðöpinu. Kári með boltan. Og það er brotið á Kára og hann fer vantarlega á línuna. Það er komin bónus. Fyrra skotið ofan í 50 stig á móti 32, 80 stiga munur. Seinna ofan í 51-32, 90 stig, 27 sekúndur eftir. Tímanna stað, strákar, tímanna stað. Eða stelpur eftir að sagt. Hvernig leið Hauka á klukkunni hjá okkur. Ára síðasta sókn Þórsara í þessum hálfleik. Halldór Garðar olbúinn undan sér, er að keyra fram. Pól Jóns kemst inn í sendingu, keyrir upp, sendir allar að senda á Emil. En góð vörn hjá Emil Karel sem stoppar þessa sókn á Haukunum. Stemdi örugt layup hjá Emil en það eru 3,9 sekúndur eftir af þessum fyrri hálfleik og það er tekið leikhlé hjá Haukunum.
Nú spurning hvað Ívar Ásgeirsson ætlar að setja hérna upp. Síðasta sóknin. Fróðilegt að sjá hvað Haukarnir gera. Ég saknaði þess núna í langan tíma. Gamalt kerfi sem að Haukarnir hlupa oft er að Haukur svona rölti sér hægt og rólega inn í teginn og Emil hendi síðan háa sendingu inn á hann þar sem hann laði hann ofan í. Þeir hlupu þetta mikið fyrir nokkrum árum. Það væri gaman að sjá þetta gamla núna en Haukur er reyndar á bekknum. Haukur á bekknum, menn að það er spurning hvort það hafi verið tekið. Það er hljóta að vera komið með eitthvað nýtt núna. Já, menn þurfa að breyta upp og koma með nýja fleti á það. Já, það eru nýjar vittir hérna á Haukunum. En við sjáum það að í vetur að Ívar er farin miklu meira frá og ef ekki bara alveg frá gamla góða þríhyrningnum sem hann spilaði hvað mest og lengst af á sínum þjálfarferli held ég og hann er farin að þetta er svona afbrigði af því sko. Æsilegt kerfi í Haukunum. Frábært kött og Kára. Vel gert í Haukum. Frábær sending. Leggur hann auðvitað og hann í staðan 53-32, 21 munur í hálfleik. Eiga Þórsarar eitthvað comeback hérna í seinni leik? Já, við vorum 22 stigum yfir á móti Stjörnunni fyrir nokkrum dögum síðan og við mistum það niður í hvað 6 stiga mun. Hvort það fór niður í 4 á tímabilið, þannig að það er alltaf hægt í þessu og hérna Haukarnir verða að vera á varðbergi og ekki gleyma sér því að þetta eru góð lið og þau geta hitnað á mjög skömmum tíma og salla niður körfum. Þannig að menn þurfa að vera vakandi og menn þurfa að vera á tánum. Ég ætla að spá því að þetta sé búið. Já, ég ætla að bíða með það. Þeir eru bara svona... Þeir eru flatir eins og sko. Þeir eru mjög flatir að það er að gerast eitthvað rosalega mikið þegar við komum inn að þið vaka á sín eitthvað góðan leik. En það kemur í ljós. Við komum aftur í seinni hálfleik. Já.
Jæja, gott fólk. Þá verðum við mættir báðir á mikrofóninn og tökum seinni hálfleikinn. Það verður fín munur fyrir Haukana í byrjun. Haukarnir eru yfir 21 stigi, 53-32. Og eins og við töluðum í fyrir hálfleik að stórt skarð í Þórsliðið þar sem að útlendingurinn þeirra Jesse Pelladrosa er ekki með í kvöld og munar minna góður leikmaður sem verður þar á ferð og Haukarnir hafa nýtt sér það til ýtrustu og eru komnir 20 stig yfir í byrjun þriðja leikluta. Sjáum hvernig þetta gengur fyrir sig. Þórsarar byrja sókn. Það er fín hreyfing. Haukur er búinn að vera að missa mennina svolítið fram hjá sér í leiknum en það rettaðist. Finnur með fína hjálpvörn. Emil setur upp fyrir Haukana. Mér sýnist fyrir ekki ofan í hjá Paul Anthony Johnson. Nei, býtum við hvað ég að segja. Jú. Paul Anthony Jones. Jú, Paul Anthony Jones. Ég sagði Johnson, sko. Fannst það eitthvað ekki rétt. Sjáum. Emil. Emil er að dekka Emil. Fín barð þar. Örfendur að leitar inn í miðjuna núna. Flott vörn í Haukum. Erfitt skot. Mjög góð vörn hann hefur Emil. Mjög góð vörn. Þröngu hann í erfitt skot. Það verður erfitt hjá Þórsurum. Það er greinlegt. Mér síst þeir eru að koma datta niður í 2 svæði. Já, séð það. Og Haukarnir ekki alveg vissi hvað er að gera. Reyna að læra eitthvað af stjörnumönnum sem að náðu góðum árangri á móti Haukum með bikarleiknum. Já, það var það sama. Það var samt ekki nóg. Finnur byrjar vel. Finnur bara með skotbró, vítateig. Staðurinn til að leita á móti svæðisvörninni. Það er hérna vítaskotið. Þar eiga menn að vera galopnir. Og ef þeir fá boltan þar þá eru öll strætu opinn. En við höfum séð þetta svolítið í vetur að Haukarnir skelltu í svæðisvörnina móti Þór Akureyri. Þeir náðu upp mununum þar og unnu leikinn. Og að samanskapi skelltu Haukarnir Stjarnan í svæðisvörnina móti Haukunum og unnu þar upp 20 stiga mun í 4. leikluta. Alveg hárrétt. Þannig að menn hafa verið eitthvað að koksa á móti svæðisvörninni. Aftur Finnur á sama stað. Já, hittum ekki ofan í. Fín svo, gott skot upp úr þessu. Fyrir nokkrum árum þá var svæðisvörn eitthvað sem var spilað kannski helminginn af tímanum. Það er ekki nema svona 10-15 ár sem að menn voru að spila svæðisvörn næstu í bara 50% af leikjum. Já, það var bara viðurkennd vörn, 1-3-1 og 1-3-1 vörðin á Haukunum var nú þekkt hérna í gánda. Já, nákvæmlega. Með Henning fremstan í flokki. Já, en svona á síðustu árum hefur þetta minnkað og liðið verðast ekki alveg kunna vissistundum á mótið þessu. Nei, þeir hafa verið að Finnur galopinn undir körfunni, fær villu. Þeir vel spilað, Haukarnir eru rólegir á mótið þessu og þeir láta boltann vinna. Já, þeir eru að leita mikið að Finni fyrir innan. 2-3 svæðisvörn ætti að henta Finn mjög vel, góður skotmaður og líka sterkur þegar hann kemst inn á undir körfuna. Já. Þannig að þetta er maður sem þeir eru að leita svolítið að. Samanskapi Haukur Óskars og fyrir utan 3 stiga skita. Já. Sjáum, Finnur byrjar að setja fyrra. Setna líka. Setna hann í 57-34. Þetta verður erfitt fyrir Þórsarar. Þetta verður erfitt, já. Kemur. Þeir eru líka heldur ekki að hitta vel. Nei. Þeir voru að setja eitthvað aðeins þarna í fyrsta leikluta. En það hefur verið, þeir eru með 12-30 og þeir eru í skotum í heildina. Já. Allt í lagi skotnýting innan 3 stiga línunnar. Þeir eru múin að setja leið upp á nýju og eitthvað svona en svona utan að velli er þetta ekki gott. Þeir eru með 2-13. 2-13 í 3 stiga. 2-14 núna. Já. Þetta eru erfið skot, þetta er svona svolítið þröngfuð skot hjá þeim. Já, Haukarnir er að spila góða vörn, þannig að þeir verða að spila, þeir eru að taka ekki góð 3 stiga skot. Nei. Og mótið kemur Haukarnir eru. Frábær sending hjá Emil. Jöfnvöldi var þetta, vel gert hjá hann. Þvílík fegurð. Það var alveg eins og á að gera það. Já, Paul Jones náttúrulega með á nótunum. Já. Þetta er það sem Emil gerir. Emil hefur fengið, það er svona í endurnýjum lífdaga í síðustu 2 leikjum. Verið frábær á móti Stjörnunni og svo aftur hérna í kvöld. Já, þetta er bara allt annað að sjá Emil heldur inn í fyrra. Emil náttúrulega var meiddur eins og ég kom inn og ekki hrósa mikið. Ekki hrósa mikið. Menn hafa nú svörum til að gera mistök. Hann er búinn að byggja gott guttul, hann Emil. Hann á alveg eftir 2 turnover áður fyrir að segja með Íslamaleik. Kemur skipting hjá þeim. Emil Karel kemur út af hjá Þórsurum og Adam Eiður kemur inn á
Handa meður, hérna Njarðvíkingur, uppalinn af Einari að mörguleiti í Njarðvík. Ekki gott uppeldi þar. Þórsarar hafa svolítið verið að sækja Njarðvíkingana upp á síkastið. Paul Jones að spila frábæra vörn á Halldór Garðar. Algjörlega. Halldór Garðar verið með mesta lífsmarki hjá Þórsarunum. Nei, heyrðu, hvað er þetta ekki fótur eða? Jú. Vítur nú við. Hann sparkar í bolta. Já. Stoppar hann með fótunum. Þetta var mjög sérstakt. Það eru haugamenn ekki sáttir. Nei. Þannig að byrja eins, Emil setur endurinn á. Hátæmarahótt. Fagna áhorfendur eins og það hafa unnið leikinn, en það verður að hafa gaman þessu líka. Menn brosaði í stúkunni. Það er alltaf auðveldara þar að mennur rúmlega 20 stum yfir. Já, það var alltaf auðveldara að fá brosinn. En aðeins lettari. Finnur verður boltan, sendur hann á galopin Paul Jones sem setur hann á hann. Ég held að eina verið fljótur að fara úr þessari svæðisvörn. Ég sýnist það. Ef að hérna... Þetta er áframhaldið? Já, þeir eru búin að klikka úr held ég eitthvað einni sókn held ég haugarnir á móti þessu. Svo er Kára kom inn á... Svo Kára kom inn á þokkabóttan. Já, þetta er ekki... Paul Jones með villu. Já. Það var rétt. Simi sér. En þetta er bara aggressív vörn hjá Paul Jones og þá náttúrulega fá menn villur. En þetta er náttúrulega allt annað þegar við höfum svona... Þegar við liðið hefur svona útlending sem nennir að spila vörn. Já. Og leggur sig fram. Og hann er komið með hérna 20 stig, en maður er ekkert mikið að taka eftir honum. Hann er með 20 stig í, hvað er það? Í 10 skotum. Það er bara, þú farið ekki betur en það. Hann er með 7 af 10 í heildina í skotum. Þetta er náttúrulega frábær nýting á drengnum. Þetta er bara mjög svipað og fyrri áleikurinn hjá Stjörnunni. Já, og hann er alls ekki að sko þröngva einu eða einu. Hann tekur bara sitt og hann er bara að leita af svæðum og svo færa bara boltar á réttum stað. Já. Einar er búin að gefast upp á sig. Einar verður nú að taka tíma og breyta þessu. Þetta gengur ekki lengur. Hann skellti spjaldinu þarna. Já. Það er búið tíma. Þetta var heiðarleg tilraun, góð tilraun, flott hjá Halldóri Garðari. Halldór Garðar er búinn að eiga góðan leik. Já, hann er búinn að vera svona þá leikmaður held í Þór sem hefur staðið sér einna best í vetur. Já. Svona fyrsta árið hjá honum í fyrra þar sem hann hérna... Já, Emil. Allt ofan í Haukunum. Honum er 70 stig. Það stendur í 100 stiga leik hérna á Haukunum með þessu áfram. Já, það var létt með það. Það er hérna, það er allt búið að steinlíkja núna hjá Haukunum í 3. leikunda og hérna, þessi svæðisvörn hefur ekki gengið vel hjá þeim. Það er náttúrulega nú erfitt að, hvað á að gera, það er 30 stiga munur. Já, auðvitað eru Þórsarar að reyna að fara í þetta og hérna, eins og ég sagði, þetta er bara heiðarleg tilraun og menn verða að reyna öll sín helstu trikk. Það hefur ekki alveg gengið upp í þetta skipti. Nei, þetta er náttúrulega erfitt að hafa greinilega ekki mjög mikla dýpt. Þórsararnir. Ekki á, sko... Vantar reyndar hann hérna... Vantar ekki yfir, hann hérna... Ég veit hvernig hann tala Stóri, hann hérna... Grétar ekki? Grétar, jú. Ég veit ekki hvort hann sé með í vetur. Hvernig var staðan á honum? Ég veit það ekki. Verða við ekki um það. En, jú, þeir myndu svo sannlega geta notað einn svoleiðis trukk í tegnum. En hérna, ég hef ekki séð hann í einum en einu viku og ekki séð hann einar svona fréttur hvort það sé langt eða stutt í hann, sko. Þannig að hann gæti verið í fríi eða hættur. Já. En ég var að segja hérna Halldór áðan að þetta er svona Halldór Garðar, fyrsta árið þar sem hann er svona go-to leikmaður í þessu liði og hérna, og hann er leikstjórnandi númer 1 hjá þeim núna og hérna og er að fá þetta hlutverk eftir að hérna útlendingur hjá þeim í fyrra sem var mjög dóminerandi, hann hét hérna Emitt. Já, við erum ekki með nöfnum á hreinu í dag. Hann hét Tobin Carberry. Tobin Carberry, nákvæmlega. Fengum hérna myndavéladrengin okkar í lið með okkur. Já, það er gott að hafa svona tölfræði drengi með okkur hérna hliðina. En það hérna, já, eins og segja, hann var mjög svona dómineraði boltan mikið og hérna stjórnaði spili Þórsar í fyrra og Halldór var kannski svona meira fyrir aftan hann svolítið og skiptið hann þegar hann fór út af. Þannig að þetta er svona fyrsta árið sem svona go-to leikmaður Þórsar og hann hefur verið ansi góður í vetur þó að Þórsarinn hafa hann ekki verið kannski að spila neitt frábærlega vel. Nei, þeir eru búin að tapa báðum leikjunum í deildinni og eru á leiðin að tapa hérna þriðja en hann lítur vel út. Já, hann byrjaði á því að ópetta við Finnur með gott Róknarhorgast, Kári, Finnur Arnór Bjarka Finnur
Allir hann alltaf. En finna bara næsta lausa manni. Það er bara Þetta er frábær spilamennsku á rosa Haukunum. sjálfstraust í öllu sem þeir eru að gera núna. Þeir hafa líka bara gaman að þessu. Já, nákvæmlega. Og þeir eru komið mikið sjálfstraust eftir að Kári kemur hérna og náttúrulega útlendingurinn, ég má ekki gleyma því. Algjörlega. Fín vörn í Haukunum. Hjálmar er hann, jú. Hjálmar með frákastið, Arnór Bjarki kemur upp. Arnór kom inn á og Hjálmar vinnur er sjóðandi heitur. Vá! Það er allt onni. Finnur kom með 15 stig. Við sem að setja 3 körfur í röð. Fín vörn hjá Arnóri. Halldór gerir þetta vel. Fín vörn er betri sókn. Halldór kom með 13 stig. Stiga hæstur þeirra Þórsara. Já. Verið hann er ábygglega komin þó nokkrum okkar stóðsetningar líka. Já. Hann er bara að spila vel. Kári með drive. Gerir þetta vel. Leggur hann laglega í spjaldi. Hann er bara gaman að fylgjast með hann. Hann virðist ekki vera fljótur neitt. En hann einhvern veginn kemur sér alltaf fram hjá öllum og alla leiði upp á körfunni. Svo langur líka drengurinn. Já. Þetta er skref hana. Hjálmar blokkar þetta. Halldór verður að gera eitthvað 6 sekúndur eftir. 3 stiga skot. Hittir ekki og boltinn fyrir út af. 3 mínútur eftir af þriðjuleikunda. Stór skipting hjá Þórsurum. Inn á koma leikmaður nr. 10 Magnús Breki. Leikmaður nr. 5 sem er Óli Ragnar og nr. 2 var það ekki líka? Jú. Leikmaður nr. 2, Styrmir Snær er hérna, er ég nokkuð viss leikmaður sem er fættur 2001. 16-17 ára gamall. Þetta er ekki, hann er ekki gamall. Nei, 15-16 ára eftir hvernig hann afmæli. En þetta er hörku strákur sem á framtíðina fyrir sér. Ég þjálfaði á móti honum 2-3 svar. Engar erfið við Ragnar. Stuð á pöllunum í Haugum. Það er mikið stuð. Manían mætt á pallana með trómundar. Við erum ekki með að setja mikið yngri leikmenn inn á. Finnur Hjálmar og Hjálmar ætlar að fara upp og skora á þessu. Það er ekki gangið Hjálmari. Hjálmar er að missa hann auðvitað sniðskott. Óli Ragnar kemur boltan. Finnur Adam. Hittir ekki og Kári frákustið. Ef það sé einhver leikur sem má gera það, þá var þessi leikur. Já. Breki er að gera sér tilbúin líka. Finnur Hjálmar. Aftur. Arnór. Og Hilmar Hennings. Hittir ekki. Vill á Arnór. Gaf honum high five. Ég held að menn gæfi high five í körfbólta þess að verða. Hann kemur fyrir. Dæmdar villur það? Nei, þetta var púra þetta. Finnur skiptir. Frábæran þriðja leiklundi á Finn. Koma Þórsarar, Óli Ragnar, Adam, báðir njarðvíkingar. Styrmir, Davíð. Villa á Haugana, Magnús Breki fiskavilluna. 75-40, 2 mínútur eftir. Breki með fína vörn. Skipta að hún. Leysar þetta vel. Davíð hittir ekki. Kemur Kári. Frábæri sending á Breka. Glæsilega gert í Haugunum. Frábær sending á Kára. Algjörlega. Sterk hreyfing hjá Breka. Snýr hann af sér. Gott vörn í Hilmari. Gott frákast. Það þarf að setja Hilmar í gang. Þórsarnir er ekki nógu rólegir núna. Þeir eru í vandræðum og það vantar kannski lengri sóknir á þeim. Þau getur leita bara á Breka núna. Breka. Náttúrulega. Nei, hann fær ekki villu. Það er ekkert gengið á Breka 1-1. Nei. Inn í teig. Þetta er sennilega 4. eða 5. skipti sem hann er bara ekki skoti. Davíð er sterkur á löpunum. Hann er sterkur. Hann rætur ekki í sér. Hann þarf að beita annar hreyfingu. Einhverju smá, þetta var nú skref. Og babyhjúki eitthvað. Frábæra vörð í Hjálmari. Styrmir á ekkert á Hilmar Smári. Hilmar Smári með bolta. Róvar þetta. Breki. Arnór Bjarki. Finnur Breka. Arnór. Finnur Hjálmar. Gott spil hjá Haugunum. Ekki Jóni. Haugunum er að spila sóknirna sína ágætlega núna. Búin að láta bolta ganga vel en þeir eru óopnir að klára ekki skoti sín að fá frískot. Hjálmar á greinilega ekki enda sóknina. Nei. Það Davíð á Arnóri, mikið stærðamunur hann á þeim. Góð vörn í Haugunum. Adam, Eður, hittir ekki. Það gengur lítið hjá Þórsurum. Það hitt ekki neitt. Þegar 77-40, 30 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Breki
Finnur Hjálmar. Hjálmar klárar þetta. Þetta spil sem Haukar með, menn eru óeigingjarnir, ekkert að leita sínum skotum, heldur bara að vera að finna besta skot liðsins. Þetta er mjög óeigingjarn leikur hjá Haukavænum. Það er bara að spila sem eitt lið. Algjörlega. Finna alltaf fríamaninn. Það er ekki verið þröng að neinu upp. Gott Magnús Breki, hittir ekki. 1 sekúnd eftir, Hjálmar ætlar að gefa því. Nei. Hann ætlar að... Þessi fór bara í tjaldið. Lýsir kannski miðinu hjá honum. Það er í leiknum. Það eru aðrir leikir í gangi hjá okkur. Einn annar eða ekki. Og er það bara... Þetta er bara Njarðvík Stjarnan. Njarðvík Stjarnan, því beinni útsendingu á Stöð 2. Já. Ég hef enga trú að nokkur sé að horfa á það meðan þessi leikur í gangi. Nei, það er allir að horfa á þennan leik hér. Það er alveg ljóst. Sjáum hvernig staðan er þar. Það eru leikir í fyrstu deildinni líka. Vestri er að vinna FSU 75-50. Haukarnir er að vinna Þór eins og við vitum, allt og Njarðvík Stjarnan 48-37 fyrir Njarðvík. Hefði ekki séð, Stjarnan var búinn að vera án erlenda leikmannsins síns, hann hefði verið veikur. Stephen Brown sé sá sem þeir að reiða sig á eða hvað? Nei, Colin Pryor er að spila í dag, hann er komið 4 stig og 4 fráköst. Ok, það er ekki mikið. Það er ekki, hann er kannski ennþá að ná sér af flensunni sem hann var að berjast við. Nei. Og sjáum til með að eins og við vitum að þá er hérna Stefán Bonó mættur á klakkan og hann er að spila líka með þeim í dag en hann hefur ekki spilað mikið. Hann er ekki komið nema 4 mínútur síns verð á síðustu og komið með 2 stig. Það er fróðslega gaman að sjá hvernig Stefán Bonó gengur á þessu eftir 2 erfið meiðsli, það er slíta báðar hálsinnar. Já, sést nú alveg á honum, maður sá hann í stjörnuleiknum, þetta er nú ekki sami leikmaður og Nei. Hann vantar mikið upp á snerpuna. Já, og það er það sem að gera, hálsinnarslitin eru einn erfiðustu meiðsli upp með þetta að gera, að þetta er snerpan sem að fer þá sko. Hilmar Smári, setur þetta ekki á ný. Kann og vel við séð í horninu. Já, þetta er hornið hans. Þetta er það að segja, Haukarnir að spila vel þetta. Sóknin er að rúlla og menn er að fá frískot. Davíð. Hann er líka bara að spila vörn. Já. Mjög góð vörn. Mjög góð vörnin. Núna, Haukarnir skipta á öllu, eru grimmir í því. Magnús Breki. Nei. Boltinn fór ekki í neitt og út af. Það er nefnilega stuttu vegu. Við sjáum að Þórsliðið sem segja er kannski líklegast að fara að tapa sínum 3. leik í byrjun ásins. Arnór Bjarki gerir þetta glæsilega, vel gert hjá honum. Mjög vel gert hjá Arnór Bjarka. Það eru ekki endur að starðin í þetta, það er kraft og hugrekki til þess að klára þetta, vel gert hjá honum. Hann er fljótur. Hjálmar hann að styrmir. Það gengur ekkert og Villa á Breka. Stegi ekki nógu vel út. En hérna sýnist það önnur skipting í Haukum. Nei, heyrðu, það var Villa á... Sýnist það Villa Davíð. Já. Það hefur eitthvað verið í gangi hérna undan. Inn á kemur Ívar Barja. Skipti fyrir Kára. Ívar Barja, hann færist svolítið neðar í goggunarröðinni eftir að Kára kemur og Hilmar Smári líka. Átti fína spretti hérna í fyrra með okkur og goggunum og hérna aðeins svona minkað en Breki, þetta er Breki. Hann er það. Þetta þarf ekki að vera flókið. Nei. Mér sýnist fjórðu leikundin fara svolítið í það að bæði lið ætla að rúlla vel á sínum varamönnum. Leikmenn fái ákveðna reynslu hérna. Davíð, hann klárar þetta ekki. Fín vörn hjá Haukunum og sending yfir á Ívar Barja. Ágætis tilraun. Það gerir Ívar Barja mjög vel, hann er gríðarlega duglegur að hlaupa völlinn og er fljótur og nýtir sér það. Hann er mjög fljótur. Þetta er sterkur þessi árgangur Haukana. Það er ekki oft sem að árgangar skila sér 3 til 4 leikmönnum í meistaraflokk. 96 árgangur hefur skilað Hjálmari, Ívari Barja, Arnóri Bjarka og Kristjáni Leifs. Og 5. byrjunarliðsleikmaðurinn í því liði var náttúrulega Kári Jónsson, 1 ár yngri. Þannig að hann er ennþá unglingaflokk. Hann er ennþá unglingaflokk. Getum ennþá notað hann þar. Ásamt Breka. Ásamt Breka, já. Og Hilmari Smára. Já. Sem er ennþá í drengjaflokki. Já.
Hann á nóg eftir. Nóg eftir þessu strengi. Nei, það er ekki tónið að þeim. Hann var það, hann lögði að koma því. Adam meður. Adam setur. Skoraði loksins fyrir Þórsara. Það var langur tími sem þeir skoruðu síðast. 40 stöðmunur. Hilmar, Arnór, Hjálmar. Hjálmar fyrir á hana. Hjálmar hefði átt að finna hornið hana. Ég var bara að galopin í horninu. 9 sekundur á skóklugum. Það þarf að gera þetta aðeins og öðra fyrir. Fyrir liðsfélagana. Sjáum við hvað Arnór gerir. Hilmar kemur út á þrýstirina. Leysa þetta. Breki. Arnór. Gerir þetta vel. Hittir ekki. Ég var bara að berst fyrir því. Óöppin. Fín barði á haugunum. Kemur Ólafur. Setur upp fyrir Þór. Þetta er nánast þess að leiku bara í úlingalokki hérna. Já, þetta eru, það eru örfáir þarna sem eru aðeins eldri. Ykkur er hérna 1-2 framveldur kannski. Já, ég held að saman með Adam Eið hjá hérna á Þórum sem er að setja aðra þykjastu körfunum sinni í rauð núna að ég held að hann sé ennþá í úlingalokki líka. Já. Og er nokkuð öruggur því. Já, liðin eru bara að leyfa öllum leikmönnum að spila. Já. Breki og Villa. Það sló í hausinn á hann aðeins. Breki var þá með stórkostlega innkomu í hérna úlingalandsliðinu í sumar. Já, spilaði mjög vel með 20 ára landsliðinu og hérna var svona kom inn aðalega fyrir Tryggva Linarsson, Þórsaran sem er núna að spila með Valencia. Einmitt. Og skilaði því hlutverki mjög vel og það var svolítið gaman að fylgjast með því að ég horfði vel á hann líka fyrir 2 árum þegar hann spilaði með 18 ára landsliðinu. Já. Þar lenti hann í miklu vandræðum varnarlega séð að skipta inn í þessa sömu stöðu en að sjá framfarirnar hjá honum varnarlega séð sérstaklega að berjast við stóru leikmennina. Hann er búinn að styrka sig mjög mikið og er að spila mjög góða vörn. Hilmar gerir þetta glæsilega, ekki Villa. Frábær hreyfingu á Hilmari, annar leikmaður sem er búinn að vera alveg rosalega duglegur í sumar. Hann er búinn að æfa mjög mikið. Já, maður hefur fylgst með honum. Hérna, það er gaman að kannski auglýsa það, Vilhjálmur Steinarsson, aðstoðarþjálfari hjá Haukunum. Já, hann er búinn að taka það vel í gegn. Taka það vel í gegn í hérna líkamsræktinni og svo er hann duglegur á Instagram að pósta hjá sér alls konar æfingum og skemmtilegum. Það er gaman að fylgjast með strákunum, hvað þeir eru að gera í... Maður sér hverjir eru að leggja á sig. Já. Gaman að fylgjast með því. Þar er Hilmar búinn að vera alveg svakalega duglegur. Setur bæði skotun ofan í. Kemur Ólafur Ragnar. Óli Ragnar, það heitir vist ekki Ólafur hendi. Þetta hendi bara Óli. Það er Óli Ragnar. Davíð. Adam meður. Mögullir er að skipta á flestum boltaskýrnum allavega. Erfið skot enn áttir. Nei. Beint ofan í Magnús Breka. Við sjáum það að mér sýnist að Þórsliðir gera ekki mikið annað heldur en að skjóta þryggjast. Þeir eru ekki mikið að leita inn á körfunni. Nei, þeir eru bara búin að loka fyrir það runni, sko. Ég var bara að Finnur. Hann er stuttur nær frákastinu. Glæsileg hreyfing. Sjáum hann klárar þetta með hægri. Já. Þegar við komin hérna kringum körfuna þá voru hann alveg sama hvaða hönd hann notar. Hann gerði þetta líka í fyrra sem hann setti svona lay-up með hægri. Eða svona baby hook skot kannski. Mjög fjölöður bara. Adam Villa á Hjálmar mjög hissa á þessu. Skilur ekkert í þessu. Nei. Pál Jóns kom með 22 stig. Finnur Atli með 15, Emil Barri með 13, Kári Jóns með 11, Haukur 9, Kristján Leifur 7, þannig að þetta dreifist ansi vel. Þetta saman var í stjörnuleiknum, það voru mjög margir að skora leikmenn sem voru að hjálpa til. Davíð, Finnur, Magnús Breka, hann klárar þetta. Klárar þetta honni, vel gert þess frá. Það er farin svona af þeim öll pressan og þeir eru farinir bara að skjóta þessu af því þeir eru langa til þess. Þá gengur þetta náttúrulega miklu betur. Breki, reynir hann að fín vörn hjá Davíð. Hjálmar, kannski að reyna aðeins svo mikið sjálfur núna. Ívar Barja. Svolítið einstaklingsfant. Nákvæmlega, menn ekki að leita. Framlega núna. Jones gerir þetta vel, duglegur.
Ég held að þetta sé ekta leikmaður sem að Haukana vantar. Já, rétt. Ekta svo leikmaður sem að Haukana vantar. Duglegur, nýtinn og tekur ekkert frá öðru leikmannum með það. Nei, hann fellur beintur í liðið. Já, Haukarnir gera skiptingu. 12. leikmaðurinn að koma inn á. Það Óskar Már. Kemur inn á. Hjálmar fer á bekkinn. Nokkuð vissan þetta sé strákur líka sem ennþá í drengjaflokki. En það rétti mér, hann komin í úlingaflokk. Hann komin upp í úlingaflokk. Hann komin í úlingaflokk. Já. Hvað gerir? Hilmar. Finnur Breka. Hilmar. Vantar smá hreyfingu á boltanum núna. Breki. 3 stiga skot. Steinleikur hjá Breka. Vel gert í honum. Það verður bara að setja hann ef það fær skotið. Það er bara þannig. Algjörlega nauðsynlegt fyrir þessa stráka að nýta þessar mínútur, fá sjálfstraustið úr þessu. Sjáum það. Góð vörn þarna í Haukunum. Óskar, vinnur. Paul Jones. 3 stiga skot, erfitt skot. Ja, hann er að reyna að ná sér í smá tölfræði. Það dugði tilbaka. Það var líka nýrmaður að koma inn á hjá Þórsurum, leikmaður númer 3, nafni Benjamin Þorri, sýnist mér. Og hann byrjar á því að moka boltanum. Þetta er eitthvað sem er farið að dæma aftur svolítið meira. Já, sáum þetta var dæmt á Kára í síðasta leik á móti Stjörnunni. Hann hefur aldrei séð svona dæmt í rauninni. Ekki mikið, en það er svona... Ekki nema kannski bara í yngri flokkum. Já, þetta hefur kannski líka eitthvað að gera með það að menn eru alltaf farnir að eru orðnir teknískari með boltan, eru farnir að svona reyna flóknari hluti á driblinu. Akkurat. Og þá náttúrulega er svolítið freistandi aðeins að kippa honum með sér svona. Þannig setja þetta upp. Ívar, Finnur Hilmar, rosalega flotta stefnubreytingar hjá honum þegar hann skiptir hönd og keyrir upp á körfunni. Það er erfitt að stoppa þetta. Það er þetta sem að liftingarnar og líkamsrætting gerir. Styrkir þessa vöða. Hann er með ökla brjótara hreyfingur. Já, algjörlega. Ég var bara kemur á honum, fín hreyfing en nær ekki klára. Koma Þórsarar, Benjamin Þorri. Finnur, Adam, Eður. Fleiri skiptingar í Haukum. Rosalega langur þristur. Djúpur þristur. Þú missir allt. Breki skiptir út af, Kristján kemur inn á. Og Paul Jones sýnist við líka. Þetta er vantarlega lið sem hann að fara að enda leikinn á. Já, ég held að. Ekki nema einhver farið að... Það er hérna 3 mínútur og 20 sekundur eftir. Ekki nema einhver farið að næla sér einhverju villur, en það er enginn af þau sem er í neinum vandræðum. Nei. Koma Haukarnir, Hilmar, Kristján. Finnur Arnur Bjarka. Arnur Bjarki grípur ekki boltann. En best fyrir sem nær hann ekki aftur. Sjáum hvað, Ívar bara pressar það á. Benjamin, hefur boltann. Hefur Styrmi. Adam, Davíð. Kristján með hann. Strangur í gæslu. Láta boltann ganga vel á milli sín. Þórsar núna. Styrmir, flott skot, beint honni. Það sér það núna þegar að svona leikum spila á svona síðustu 5 leikmannum sínum að þá er svona oftar misskilningur milli manna og menn kannski ekki jafn samstíga eins og fyrstu 7-8 leikmennir sem að þeir eru vanir að spila meira saman. Nákvæmlega. Kristján, þristur stuttur. Hilmar tekur frákastið, beint upp átti sjálfur, setur hann. Hann er það. Það var glæsilegt, ríkislega gott. Algjörlega óhræddir við að láta vaða. Já. Það er að sjá körfuna. Benjamin keyrir upp á körfu, fín vörn. Þetta er villa. Dræfa sterkt upp á körfu. Bara velgert hjá honum. Benjamin. Hann fyrir á línuna að fara 2 skot. Setur það fyrir það. Sjáum hvað hann gerir í seinna-skotinu. Það er ekki komin með rétt 60 stig á Þórsurum 2 mínútur eftir. Stór hluti af þessu komið hérna í fjórða sem er að verið að hitta nokkuð vel. Svona seinni hlutin í fjórða. Já.
Hilmar póstar upp. Kristján setur upp góða hindrun fyrir hann. Þannig Kristján mjög sterkur, flott vörn á Styrmi. Ívar upp á körfunni. Finnur Óskar, glæsilega gert. Þetta er bara vel spilað. Já, þetta er það sem þeir eru búin að gera. Bara þolinmæði. Já, þolinmæði og eigingirni. Það sem vantar ekkert upp á þar. Nýri leikmaður líka verið að koma inn hjá Villa, hjá hérna Þór. Leikmaður númer 8, Helgi Jónsson. Og held ég að séu allir 24 leikmennir hérna búin að fá tækifæri á einhverja mínútur. Styrmir, en það ekki klikkar fyrir vitinu. Klikkar á fyrir að. Hérna líka ekki á ný, Óskar tekur frákastið. Ívar, Finnur Árni Bjarka. Hilmar, hvernig setu upp. Ívar Barja, glæsileg vörn hjá Styrmi. Þórsarnir koma á fullri ferð, Benjamin, Finnur Adam, keyrir upp á körfunni, fallega gert. Laði hann fallega á henni. Já, þetta er hörku leikmaður. Þetta er einn af leikmæðurinn sem við munum sjá mikið til á framtíðinni. Ívar Barja, gert hjá Davíð, boltinn út af. Ívar, Finnur, Kristján er aftur í Ívar. Kristján búinn að setja eitt þrist, uppi núna. Þessi var onni. Benjamin. Hátt og fatt skot á Kristján. Vel skólaður. Flott hreyfing hjá Þórsurum. Sjáum hvað þeir fá út úr þessu. 8 sekúndur á skóklíkunni, fín vörn í haugunum, Kristján á Adam. Þarna gleymaði sér. Ívar og Hilmar gleymdu sér. Gleymdu mannunum hana. Já, fóru að horfa á boltan. Horfa á boltan. Grundaðaratriði. Hilmar. Árni Bjarki. Tekur þrist. Hittir ekki. Haukarnir verðast ekki allan á að koma sér yfir 100 stigin. Þarna var svopið. Davíð á eftir að skora í leiknum. Nýst illa á það að vera skorlaus. Ívar tekur ástið. Nú klára menn þetta bara. Ívar röltir yfir miðjuna og rennur leikurinn 96-64. Mun auðvildari sigur heldur en að maður bjóst við í byrjun leiks. En stórt skarð hoggið í lið Þórsarna þegar þeir mistu Jesse Pellandrosa út af. Já, verður ekki að segja að það hafi verið vængbrotið Þórslið sem að mætti haugunum í dag. Heldur betur, og þeir hafði ekki svona þennan kraft sem að Stjarnan sýndi þegar þeir voru kanólausir í leikjunum á móti haugum og hérna KR þar sem að þeir komið tilbaka. En Þórsarnir er mikið inni, þetta hefur verið lið sem að það á eftir að rífa sig upp. Já, þetta er ungir strákar. En það er náttúrulega, það er alltaf eitthvað lið sem að hérna kemur á óvart í deildinni og það verður alltaf eitthvað lið sem að mun vera slakara. Og það er svolítið hætti því eftir 3 töp að Þórsarar farið þá leið og Haukarnir geta verið hitliði sem að menn voru kannski spá ekkert frábæru gengi. Nei, en náttúrulega með tilkomu Kára og góður útlendingur sem það fengið þá náttúrulega er bjart yfir haugunum. Það sér það núna að þetta er lið sem að á eftir að gera tilka til titla. Heldur betur. Og alltaf að líta þannig út í dag. Annað væri ekki gott, ef menn var alltaf ekki að það væri ætlunarverkið í vetur að stefna á það. Nei. Þetta verður fróðlegur vetur og hérna Þórsarnir, ég hef enga trú að Þórsarnir verði liðið sem hafa komið tilbaka og hérna Einar og hans menn eru alltaf færir í íþróttinni til þess að sitja lengi vel eftir. Það er rétt. En við þökkum fyrir okkur í kvöld og verðum minn eftir hvað, 2 vikur? Já, ekki 2 vikur í dag. Man ekki svona hvaða leikur það er? Nei. Það kemur í ljós. Kannski Keflavík? Mögulega? Ég man það ekki. Kemur í ljós. Við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Góða nótt. Takk. Ég kann ekki slökkva einu en einu. Þetta var mjög auðvöldur, þetta er maður bjóst við sko.